Og þá komið að frumvarpi breytta stjórnarskrá. Það komið fram frumvarpi á Alþingi sem að forsætisráðherra hefur lagt fram og það Sigurður Ingi Jóhannsson sem leggur þetta fram sem þingmannafrumvarp og þetta niðurstaða þverpólitískrar nefndar sem að skipuð var fyrir Alþingi sem að fór yfir nokkur atriði og valdi úr og úr varð tillaga með sem sé þá þrefaldri breytingu. Fórum yfir þetta svolítið í gær með 2 fulltrúum úr þessari stjórnarskrárnefnd Alþingis en breytingarnar varða þrennt, umhverfisvernd, náttúruvernd, náttúruauðlindir, þjóðareign á náttúruauðlindum og þjóðaratkvæðagreiðslur. Þetta svona í stuttu máli en hún sest hér hjá mér, Katrín Oddsdóttir lögmaður sem sat í stjórnlagaráði og formaður stjórnarskrár félagsins. Velkomin. Takk. Nú þetta eru 3 breytingar. Já. Náttúra Íslands undirstaða lífs í landinu, auðlindir náttúrunnar Íslands tilheyra íslensku þjóðinni, í þjóðareign og 15% kosningabærra manna getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu einstök málefni. Ykkar tillögur voru náttúrulega miklu víðtækari og miklu fleiri. Já. Þannig hvernig líst þér á þetta? Sko, ég held að þetta sé ekki ráðlegt. Ég held reyndar að það hafi verið mikið reynt í þessari nefnd og fullum vilja og heilundum að ná fram einhverjum umbótum. En ég held hins vegar að þetta sé ekki nægilega gott til þess að við ættum að fara í þessa vegferð. Og ég held að ástæðurnar fyrir því eru ýmsar. Fyrsta lagi þá eru þessi ákvæði öll ef maður ber þau saman við til dæmis stjórnlagaráðs eða líka bara eftirlitsnefndar Alþingis og árið 2012 þar sem var komið ákveðið svona frumvarp sem náði því miður aldrei að komast í atkvæðagreiðslu. Þá sér maður að það er búið að taka svolítið úr þessu tennurnar síðan þá og það er náttúrulega það sem gerist þegar málamiðlanir verða til. Já. En við verðum að muna það að stjórnlagaráðstillagan var ein stór málamiðlun líka. Í stjórnlagaráði satt mjög ólíkt fólk með ólíkar pólitískar skoðanir og komst að niðurstöðu sem að 25 gátu sætt sig við. 25 manns og enginn á móti sem nú hálfgert afrek og sérstaklega á íslenska mælikvarða, við erum nú deilusækin þjóð. Og síðan fer þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar segir fólki í landinu já við viljum að þetta verði lagt til grundvallar. Og þá verðum við að vera mjög heiðarleg gagnvart því að við síðan þá að leggja þetta til grundvallar sem til stóð og fólk var spurt og bara með því að taka bara og veiða úr ykkur 3 ákvæði sem eru alls ekki þau mikilvægast að mínu mati þó þetta sé allt mjög mikilvæg mál. Þú veist, mikilvægara að mínu mati til dæmis það hvernig við breytum stjórnarskránni. Ef það hefði verið tekið fyrir eitt og sér, þá hefði það þótt mjög góðra gjaldavert. En að taka ykkur 3 fyrir málamiðla þau síðan alveg ofan í lægsta samnefnara liggur við, með allri virðingu, og ætla síðan einhvern veginn að koma fram með það og þá séum við komin af stað, þá bara búið að riðla öllu innra samræmi, öllu jafnvægi og í raun og veru ekki verið að fara að mínum mati beint eftir því sem framkom í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, þjóðaratkvæðagreiðslan þá kusu þarna um 50% þátttaka minni var í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þá einmitt var samþykkt að þetta yrði lagt til grundvallar ykkar vinna. Og það náttúrulega svo sem það sem þau gerðu í stjórnarskrárnefnd Alþingis, þau voru með það til grundvallar en drógu svo þarna eitthvað út. En meira segja, útþynnt eins og þú segir þetta sé, að Birgir Ármannsson sem sat í stjórnarskrárnefnd Alþingis, hann telur hverfandi líkur að þetta fari í gegn. Já, það er svo annað. Svo spurning meira segja þetta? Já, hvort það sé ekki verið að berja hausnum við steinir hreinlega með því að vera að halda áfram með þetta, því að sko það sem til dæmis nefndin einsetti sér að gera, sem var mjög mikilvægt verkefni, var að búa til eitt ákvæði framsal ríkisvalds, af því þannig ákvæði vantar í stjórnarskránni á Íslandi og nú má fólk ekki tryllast og segja á að fara að draga okkur inn í ESB, þetta snýst ekki það. Þetta snýst það að stjórnskipulegur raunveruleiki ekki sá sem stjórnarskráin okkar gefur til kynna. Og það er mjög slæmt, svoleiðis misræmi verður að laga, það bara annars þá er ekkert réttaröryggi í því hvernig í raun og veru landið virkar út frá stjórnarskránni. Þess vegna þurfum við líka að fá nýja stjórnarskrá. En allavega þá einhvern veginn gat nefndin ekki komið sér saman það, þannig að það datt út á borðinu og þetta sýnir svo glöggt hvað það er erfitt og eiginlega ómögulegt að mínu mati fyrir þingið að setja sér þessar leikreglur sjálft. Það verður alltaf svo mikill svona hrossakaupsbragur yfir þessu öllu saman og það missir alltaf svo mikið gildi sitt, þannig að það er svo snjallt að úthýsa þetta verkefni til fólk sem hefur ekki jafn ríka hagsmuni eins og kannski pólitískir flokkar hafa alltaf síðan í lok dagsins, af því þarna eru þau að skammta sér sín eigin völd og til dæmis þetta með að nota þetta sem eitthvað hlaðborð og velja út það sem þeir hentar og byrja síðan að möndleika með það er strax mjög óheppileg leið. Hvernig á að gæta innra samræmis þá við plaggið? Hvernig er þetta að segja þetta sé grundvallað á einhverju bara því það eru sömu orðin sem koma fyrir? Það er alveg að segja þetta sé grundvallað á breytingunum sem stóðu til að gera 2005 eða eitthvað slíkt. Þú veist, að því við grundvölluðum okkar störf að sjálfsögðu öllu því sem á undan var gengið. Sko, en til grundvallar hlýtur að þýða það að þá sé það plagg tekið og unnið áfram með það sem heilstætt plagg. Annars erum við bara komin í það erfiðan bútasaum að við náum aldrei neinni
neinni fallegri flík út úr því máli. Já, okkur hefur tekist að breyta stjórnarskránni svo sem og þegar að pólitíkin hefur verið heit, til dæmis skipan, það hefur tekist. Já. En þetta, það er verið að tala svo marga hluti sem þarf að breyta miðað við ykkar tillögur, jafna sé vægi kosningaréttar og þetta valdaframsal þá til alþjóðlegra stofnana. En vandamálið þá að þegar að þingmenn einmitt í lok dagsins, þegar allt kemur til alls, þá hefur farið að hengja þetta á ákveðin pólitískum mál. Akkurat. Er það vandamálið? Já, ég held það. Eins og ég held að sjá svolítið með þessu auðlindaákvæði, það sem búið að draga verulega úr orðalaginu og breyta því og minnka og lemstra. Og þar eru þetta bara stórkostlega stór barátta sem að liggur að baki. Það sem eru bara ákveðnir hagsmunir sem við öll sem búum á Íslandi vita nákvæmlega hverjir eru. Fiskveiðistjórnarkerfið. Jú, og verið að tefla og ég meina, það svolítið líka einhvern veginn erfitt að stjórnarskráin okkar skuli alltaf verið í gíslingu allra þessara málefna líðandi stunda. Þess vegna líka aftur held ég að það sé ekki gott að gera þetta með þeim hætti að þingið eitt sitji að þessu og svo bara er það svolítið random eins og þú nefndir þær breytingar sem við fengið, þær lúta fyrst og fremst á kjördæmaskipan og eitthvað deildum alþingis og annað og svo höfum við náð einni stórkostlegri breytingu sem mannréttindakaflinn, restin er bara í raun og veru sama plaggið og við ætluðum aldrei að hafa til langframa þarna þegar við náðum sjálfstæðinu, þannig að þetta er svo knýjandi og það er líka svo erfitt að sitja í samfélagi sem maður trúir einlæglega sé lýðræðissamfélag og horfa upp á það ár eftir ár að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu sé bara hreinlega hunsuð. Það að þetta sé komið í eitthvað einkamál Sigurðar Ingar sýna alltaf bara í hvers konar bottlanga þetta er allt start. En ég skiptir ekki máli að vera ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla? Já, það á ekki að gera það. Ég veit ekki önnur lýðræðisríki sem hunsa niðurstöður ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég meina Brexit var ráðgefandi, skilur. Það dettur einhverjum þar í hug að segja bara, þetta skiptir einhver máli. Þetta hentar okkur núna ekki. Þetta viðskiptalegir hagsmunir, það er að tapast og við sjáum, þú veist. En Katrín, það samt sem að mesta nýjungin, eins og Birgir Ármann sagði hérna í gær, er þessi hluti kosningabærra manna sem að getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Og auðvitað var málamiðlun 15%. Mér svo talar ekki skipta neinu máli. Mér finnst aðalega að það er innbyggður ólýðræðislegur faktor inn í þessari grein, þar sem er gerð krafa að ákveði margir þurfi til í raun og veru að það hafi gildi. Þannig að þú ert í raun og veru að gefa þeim sem heima sitja meira vald heldur þeim sem mæta á kjörstað með því hvernig þetta er útfært þarna sem er mjög slæmt. Því þegar þú ert að búa til tillögu lýðræði þá verður hún að vera mjög lýðræðisleg sjálf til þess að hún sé ekki bara rökfræðilega óþægileg og auk þess þá er þetta bara í raun og veru að þú skoða hvað þetta er í grunn, í alvörunni, þá er bara verið að búa til einhverja tölu utan málskotsrétt forseta. Það er bara að segja, ok, höfum það 15% og festum það og það er skynsamlegt finnst mér. En þetta er engan veginn eitthvað sem þú getur kallað beint lýðræði. Þú getur kallað þetta synjunarrétt, málskotsrétt eða vetórétt á löggjöf. En þetta er ekki þannig að fólki sé frjálst að koma með einhverja tillögur að búa til og koma með frumkvæði að löggjöf. Já, þú ert að segja að þetta er vetórétt og það er að þú getur hafnað málum. Það er engin frumkvæðisréttur í þessu, þannig að þetta er bara eins og öryggisventil í raun, eins svipaður og sá sem við höfum, sem er náttúrulega mjög óþægilegt hvað er handahófskendur og ég skil vel að það sé reynt að koma einhvers konar kerfi utan það lítur að vera mjög óþægilegt bæði fyrir forseta og bara fólki í landinu, þingið ekki síður, að vita í raun og veru ekkert hvað þarf margar undirskriftir og hvernig á að, þú veist, hvenær á hana ekki að skrifa undir og annað, sko. Þannig að þetta er ekkert óskynsamleg tillaga, en af hverju er hún ekki bara í almennum lögum? Já, einmitt. En það er kannski samt skárra að fá þetta fram en ekki neitt, eða hvað? Ég held ekki. Nei. En hluti af því sem að skýra þá afstöðu mína er bara eitthvað innsæismoment, þannig að það kannski er aldrei alvarlega tekið þegar fólki segir, já, ég hef tilfinningun af, skilur, en það er bæði út af því að mér finnst þetta að vera allt og skammt gengið og í þessu felist ómikla málamiðlan til þess að ég held að þetta hafi mikil áhrif. En svo held ég líka að það sem geti gerst það að fara þetta í gegn og þá væntanlega í andstöðu, þú sér það strax búið að bóka nánast allir sem eru í nefndinni búin að bóka einhver sérálit við þetta. Þetta er strax komið í bullandi konflikt og það var kallað eftir áliti, það kom fullt af álitum um það hvernig var hægt að bæta þetta, það var ekki hlusta á neitt, engu var breytt. Til hvers er það að vera að kalla eftir áliti fólks á einhverju ef það stendur aldrei til að einu sinni hlusta eða opna fyrir eins og mikið sem eitt lítið eyra. Þannig til dæmis náttúruverndar samtök búin að benda á það að þarna vantar í náttúruverndarákvæði leið til þess að fara með slík mál fyrir einhvers konar kærunefnd eða dómstóla og þetta er bara partur af Árósasamkomulaginu sem við erum búin að ætla okkur að innleiða í áraraðir og hefur verið stærsta vandamáli varðandi náttúruvernd á Íslandi. Það er ekki hægt að fara með þessi mál fyrir dómstól og fá úrlausn á það hvort þau séu réttmæt eða ekki og það er til dæmis ekki hlusta á það og ekki tekið inn sem hefði verið lítið mál.
En þetta þá svona grein sem myndi sko girða fyrir? Nei, hún gerir það ekki, en það að ætla að búa til alvöru náttúruvernd ákvæði stjórnarskrá, því fylgir bara ákveðin ábyrgð að gera það almennilega. Annars þetta bara orðin tóm og þá þetta bara einhver fagurgali og þá getur varðist bara setst upp búið til eitthvað fall dægurlag og spila á trótt í útvarpinu. Þetta náttúrulega það sem önnur lög að byggja á. Og höfum við sett okkur einhver þjóðréttarlegar skuldbindingar eins og varðandi þennan Árósasamning að við ætlum að innleiða hann, þá verðum við að sjálfsögða að gera það alla leið. Við getum ekki bara verið á góðviðri stöðum að slá okkur til riddara með einhverjum slíkum skuldbindingum og síðan þetta kastana kemur skorast undan. Já. En segðu mér, er þá eðlilegra skref að Alþingi setji sér þá reglur hvernig á að breyta stjórnarskránni? Ég held að það var allir mjög sniðugt. Hætta við þetta? Já, ég held að það var mjög sniðugt og búa til einhverja leið þannig að það sem gerist á Íslandi og ástæðan fyrir því að henni hefur ekki verið breytt almennilega er það að þú þarft þing til að samþykkja hana, svo búa til kosninga og næsta þing þarf að samþykkja líka. Það er reglan? Það er reglan. Og þannig gengið út frá hér? Já, en kosningarnar snúast aldrei stjórnarskrána, það vitum við öll. Yfirleitt þegar fólk kýs, þá kýs það með buddunni, það kýs út af einhverju skuldaleiðréttingu eða einhverju ýmsum öðrum málum sem eru uppi á teningnum hverju sinni og það er óbúðslega erfitt að fá fólk til að tala um svona stór mál eins og samfélagssáttmálann okkar vegna þess að hann er svo umfangsmikill að fólki fallast hreinlega stundum hendur. Þetta er svolítið svipað eins og með loftslagsbreytingar eða eitthvað. Okkur finnst bara mjög erfitt að tækla mál sem eru svo stór að þau varða allt annað. Þannig að við einbyttum okkur að litlum, sértækum málum sem við getum bara sett okkur vel inn í. Skattalækkun eða eitthvað svoleiðis. Eða eitthvað svona instant, þú veist, já, fyrsta fasteign, eitthvað svona trikk sem við hugsaum, ok, þetta verður betur fyrir mig næstu 5 árin. Þetta tilboð sem við getum ekki hafnað. Já, nákvæmlega, sértilboð, já. Þannig að það er kannski vandamálið. Þannig ef það væri til dæmis einhver tillaga um það að hægt var að breyta stjórnarskrá til dæmis í takt við það sem var stungið upp á stjórnlagaráði, það er að segja að Alþingi geti búið til nýja stjórnarskrá og svo þurfi þjóðin að staðfesta í þjóðaratkvæðagreiðslu til að taka gildi, sem er svona frekar algeng leið til þess að breyta stjórnarskrá. Þá erum við kannski frekar að tala um það að það sé í alvörunni verið að treysta fólki fyrir þessu máli og þá getum við kannski líka séð fram á það að það myndist þingmeirihluti sem geti þá loksins fengið málið í gegn. Að því núverandi staða og þetta status quo í þessi kyrrstaða er óþolandi. Það er allir heimurinn að hugsa um það hvað þetta var merkilegt ferli sem átti sér stað eftir hrun. Það sem að vera að búa til þjóðfunda og vera að hlusta loksins á með fólki í landinu, svo komu sérfræðingar og svo komu einhverjum 25 random kjörnir aðilar við og breytust síðan stjórnlagaráðið. Já. Og síðan er konsensus og þessi opna aðferð þar sem fólk fara að taka þátt í störfunum, allt þetta þykir alveg bara svona mind-blowing víðum heim og það var alltaf skrifað stjórnskipunarrétt í dag án þess að tala um þetta fyrirbæri þó þetta hafi ekki tekið gildi. Og við verðum svolítið að standa í lappirnar og sýna að við getum klárað þetta, finnst mér. Er vandina kannski að þeir sem að stjórna þeim finnist kannski almenningu bara ekkert hafi vita á þessu? Kannski. Þetta sé flókið og erfitt mál fyrir almenning til þess að kjósa? Já, kannski það er hlutin á vandanum, ég vona ekki, en ég held líka bara... Og það kannski flókið, þú erfitt? Nei, alls ekki. Almenningur gat gert það, almenningur mætti þó 50% kjósandi er alls ekki slæmt í svona þjóðaratkvæðagreiðslu á heimsmælikvarða, alls ekki. Og þar tóku 2/3 með afdráttarlausa afstöðu gagnvart málinu í heild. Þannig að við erum ekkert með einhvern ómenntaðan og vitlausan almenning sem getur ekki sett sinni stór mál, bara alls ekki. En við þurfum kannski að venja ykkur líka bara á meira svona samtalslýðræði. Þar sem við erum ekki bara ekkert með svona já, nei og rautt, blátt, allt þetta, þessi hundleiðilegu skotgrafir sem allir eru komin með svo óhugnalega mikið ógeð á. Við erum að leiðin inn í kosningar. Ég veit það. Og getum við kannski gert þetta öðruvísi núna, það væri stórkostlegt. Við skulum sjá til, Katrín Oddsdóttir lögmaður sem átti sæti í stjórnlagaráði og formaður stjórnarskrárfélagsins, takk fyrir að koma hingað á Þjóðbraut. Og það er þá aldrei að vita hvað verður þessar tillögur, verður stjórnarskránni ekki breytt og er þetta enn tilraunin til þess að breyta henni sem að mistekst, það kemur allt saman í ljós.